Ok. Þá skiptum við efni og við ætlum að tala þess að ég kalla á slæmri íslensku symboltöflur. Ég hef ekki náð að þýða þetta betri hátt. Þetta er rauninni algengasta gagnagrindi sem þið getur rekist á og hafi rauninni unni með oft áður. Þetta er gagnagrindi sem leyfir þeirra að fletta upp stökum og bæta við og eyða. Okay. Ég hef stundum kallað þetta uppflettitöflur eða þetta er líka stundum kallað dictionary á ensku. Geta flett upp. Ég hef þekkt flettirit. Hvað segirðu? Flettirit er orð sem ég hef notað. Flettirit? Já. Já. Ég hef tákntöflur. Hastöflur? Nei, tákntöflur. Tákntöflur, ok. Tákn er náttúrulega þýðing á symbol, já, var hægt að gera það. Þannig að má kalla þetta ýmsum nöfnum, en þetta er það sem þeir hafa valið að nota það hér. Og við ætlum að skoða annars var almenn eiginleika á þessum symboltöflum, eða tákntöflum, og hins vegar útfærslu sem þið þekkið þegar úr gagnaskipan sem er tvíleitartré. Skoðum fyrst hvað skilgreiningin er. Við vinnum með svokallað key value pair. Það er að segja, það er annars vegar lykillinn sem við flettum upp eftir og síðan gildið sem hangir á þessum lykli. Sem dæmi, við getum verið að fletta upp hérna samkvæmt urli, gefum við þetta url hérna og þá hangir við það ákveðin IP-adressa, IP-tala, sem er þessi fernd 4 tölur hérna saman. Eða Yale, það getur haft þetta url hér. Fyrirgefið, þetta url hefur þetta gildi. Þannig að við viljum geta flett upp hvaða IP-adressa á við hvaða url og við getum geta sett inn url þegar að með adressu þegar við hérna fáum þau, geta breytt þeim þar fram eftir göttunum. Hérna safn af langur listi af ýmiss konar beitingum á svona symboltöflum. Skulum skoða nokkuð dæmi. Einfalt er hérna dictionary, sem sagt orðabók. Við ætlum að fletta upp eftir orðum og gildið sem á við skilgreiningin orðinu. Þetta kallast atviksorðaskrá í hérna bókum. Ég held að sé atviksorð, ekki? Nei, það er ekki atviksorð. Atriðaorðaskrá kallast það, já. Og þá viljum við finna hvar birtist John F. Kennedy í þessari bók. Þá getum við flett upp í atriðaorðaskráni og þá fáum við blaðsíðutalið eða blaðsíðutölin það sem að viðkomandi fyrirbæri kemur fyrir. Ef við færum í kennslubókinu og flettu upp eftir symbol table þá getum við fengið viðkomandi blaðsíður. Files hér, ég ætla að leita einhverju lagi sem þið vil hlaða niður og þá væri symboltaflan hérna rauninni gefur til kynna hvar finnið þið þetta lag. Vefleit, við flettum upp eftir lykilorðum, fá upp hérna runu af einhverjum vefsíðum þar sem að lykilorðið finnst. Þetta er mjög algengt hérna í þýðendum, þá þurfum við að geta haldið utan hvar breytunar birtast, hvar breytunar skilgreindar. Þannig við flettum upp eftir breytu og fáum þá skilgreiningun á henni, það er að segja tagið og gildið. Við tölum hérna net, það má líka vísa þessi í hina áttina, þar sem að við flettum upp IP-adressunni og fáum tilbaka sem gildi urlið. Þetta er öfugt DNS lookup. Domain name server kallast þetta. Það lokum við hérna file system, skráarkerfi. Við ætlum að fletta upp hvar viðkomandi skrá. Við gefum nafnið á skráni og fáum tilbaka staðsetninguna á diskinu. Ok, þetta er einfalt langur listi og það er hægt að gera náttúrulega miklu lengri. En þetta er það sem við viljum geta þjónustað. Þetta er skilgreiningin, þetta er API. Við viljum geta spurt ákveðin lykil til í listanum, í symboltöflunni. Við viljum geta eytt lyklunum út og við viljum geta bætt honum inn. Það er reyndar sett upp þannig að það kalla hérna put í staðinn fyrir insert.
og það tengist þegar við erum notað þetta key value pair sem er svona klassísk hugmynd. Þannig að við ætlum að geta sett inn ákveðin lykil með ákveðin gildi. Það er put. Og við ætlum að geta flett upp samkvæmt ákveðinu lykli, fá gildi sem hangir á þeim lykli. Eyða ákveðinu lykli, tékka hvort að lykilin sé til staðar, tékka hvort að taflan sé tóm, fjöldi staka, og svo er þetta svona hjálparferli hérna til að fá runun af öllum lyklunum í töflunni ef við viljum geta rúlað í gegnum hana. Spurningar? Komment? Stoppið með ef við talum hratt, sem vilja. Ok. Hérna hafa þeir þá reglu að þessi föll hérna, get og put, að þau geta tekið við núllbreytu. Þannig að til að mynda ef þú setur inn já, ef þú hvað ætlaði ég að segja? Já, ok, gildin er ekki null, þannig ef það get skilar null tilbaka þá er lykillinn ekki til staðar. Put hefur líka þannig eiginleika að þú yfirskrifar gildi sem er fyrir. Þannig ef þú ætlar að passa á því að gera það ekki, þá er það fyrst tekkaðu hvort þau sé til staðar, ef svo er, þá viltu kannski gera eitthvað, ef ekki þá viltu bæta það við. Delete er einfallega bara að nota put, en þá setjum við null gildi hérna. Og ef það eru null gildi fyrir lykilinn, þá hefur það sömu merkingu eins og að eyða viðkomandi pari út. Nú, lyklar og gildin geta vera hvaða tagi sem er. Lyklarnir gæti þess vegna líka vera hvaða tagi sem er, nema að við þurfum að geta borið það saman. Og þá eru tveir möguleikar til staðar. Annars vegar við notum equals-fallið, sem er skilgreint standard í Java. Það er skilgreint fyrir öll tök, að því að skilgreint fyrir object, og þá er það erfista. Og hins vegar að nota compare to, ef við útfærum sem comparable skilin. Og við sjáum að compare to hefur ákveðna kosti að því það býður okkur upp á að geta lítið á þessum ákveðna röð af gildum. Þannig að við þurfum þá að útfæra þetta equals á skilvirkan hátt. Og það er líka hægt að rugla lyklunum með því að nota hashkóða til þess að þú náir þá betri dreifingu á gögnunum. Þeir mæla hérna með því að þessi lyklar, þessi skilgrindi sem þessi immutable, óbreytanlega gagnadög. Og það er akkurat til þess að þegar þú komið eitthvað á gagnagrind, þá vilt ekki að það sem sé í gagnagrindunum breytist einhvers staðar annar staðar. Nú, það er eins og ég sagði, allir Java-klassar, þeir hérna erfa aðferðina equals. Og equals uppfyllir það að vera jafngildisvensl. Hvað þýðir að vera jafngildisvensl? Gildi eitthvað sem að Já, akkurat. A borið saman B er saman B borið saman með A. Það kallum við samhverfu. Hvað fleira? Þetta alltaf kemur fyrir á slæðinu, já. Reflexive þýðir sem sjálfhverfur. Það er að segja X er jafngilt X. Og transitive þýtt sem gegnvirk vensl. Það er að segja ef X er jafnt á Y og Y er jafnt á Z, þá er X jafnt á Z. Og vensl sem uppfyllir þessi þrjú skilyrði hérna kallast jafngildisvensl. Og það er yfirleitt það sem við meinum með jafngildi. Það getur uppfyllt þetta þrennt. Í viðbót þá þarf við uppfylla það að þetta sé ekki jafnt á null. Það er að segja það er ekkert gildi sem hefur gildi null. Þannig að eitthvað equals null gefur þá á þá að skila false. Nú, ég sagði að þetta er alltaf erft. Hver er þá útfærslana á þessari default skilgreiningu? Þegar default útfærslan er svo að nota jafnt og jafnt og. Hvað er nákvæmlega jafnt og jafnt og? Ef þú ert með tvo hluti x og y, hvað gerir þetta jafnt og jafnt og?
Nei, Hvort þetta er sami hluturinn. hvort þetta er sami hluturinn, akkurat. Það er 2 pointar að þá saman. Já, það er 2 pointur sem benda á sama hlutin. Það er ekki sama og aðtók hvort þetta sé sama, hvort þetta er jafngildir. Getur notað equals á null. Já, þú vilt geta gert það. Nú síðan er þetta útvært, customisera fyrir þau gagnatök sem eru til staðar og þegar við útfærum sjálfur okkar eigin gagnatök, þá þurfum við að vanda okkur aðeins við þetta. Tökum sér dæmi þegar við erum með dagsetningu sem við erum búin að skoða áður. Dagsetningi er sem sagt inniheldur mánudag og ár. Hérna er þetta final til þess að þeim sé ekki breytt. Nú, það sem þarf að framkvæma er þessi samanburður sem er hérna. Það er að segja, ef þetta er ekki sami dagur þá er þetta ósatt, ef það er ekki sami mánuður þá er það líka ósatt, ef það er ekki sami árið þá er það líka ósatt. Þannig að það er alltaf að vera jafngilt. Ok, en af hverju er þetta ekki nóg? Það eru tæknilegar ástæður fyrir því. Ástæðan er svo að þegar við erfum þetta equals stef, þá hefur viðfangið hérna tagið object. Af hverju er það þannig? Það er góð spurning, menn hafa rökrætt það, en þannig er það. Sem þýðir að þú þarft að geta borið saman þinn hlut, þannig þína dagsetningu, við hluta hvaða tagi sem er. Nú, hvernig ætlar að bera dagsetningu við epli? Það er dálítið erfitt. Og það ætti rauninni bara að segja, já, false. Það er allavega ekki jafngilt. Ef hlutinir hafa ekki sama tagi, þá geta þeir ekki verið jafngildir. Þannig að það er eitt sem þú vilt gera, þú vilt tékka á hvaða klasa þessi hlutur tilheyrir og aðtók hvort það sé sama tagið eins og sama klasið eða sama tagið eins og viss hluturinn sem er rauninni date. Ef þeir eru ekki á sama tagi, þá ætlar að skila false. Nú í viðbót viljum við gera eins og þú spurður hérna, ef y er null bendir, þá viltu skila false líka. Hlutur er aldrei jafngildur null bendi. Nú síðan í viðbót þá eru þið með þetta er bara til þess að optimisera, þannig að við tekum að hvort þau séu með rauninu að tala sama hlutin, bendar á sama hlutin, ef svo er þá getum við strax skila trú. Þá þurfum við ekki að framkvæma þennan samanburð. Nú ef þetta allt saman gengur upp hérna, þá erum við komið hluta sem er á réttu tagi, þá þurfum við að byrja á því að kasta honum yfir í dagsetningu og svo berum við saman this og that, það er að segja gildin í hlutunum og aðtóða hvort þau séu saman, jafngild. Ok. Þannig að það er svona smá tæknilegt hvernig við förum að því að framkvæma þessa jafngildis, en þetta er alltaf rauninni sama ferli sem við förum í gegnum og það er það sem við viljum gera. Þetta er svona ákveðin uppskrift af því hvernig við berum saman. Við viljum besta með því að fyrst tékka á hvort við benda á sama hlutin, við viljum tékka á hvort þetta sé jafnt á null, hvort þetta séu hlutur af sama tagi og ef svo þá myndum við kasta því yfir og síðan göngum við á sviðin í hlutnum og berum þau saman. Hvernig berum við þau saman? Jú, með equals. Það er að segja endurkvæmt framkvæmum equals á hvert hlut fyrir sig. Ef þetta er náttúrulega grunntöfum þá notum við bara jafnt og, en ef þetta er hlutur þá verðum við að nota equals endurkvæmt. Ef þetta er fylki þá verðum við að nota equals aftur endurkvæmt á hvert einasta staki í fylkinu. Og svo framvegis. Það er góð regla að láta equals hafa sömu eiginleika eins og compare to. Þú vilt að x er jafngilt y, þá því aðeins að x compare to af y skili 0 gildi. Og líka til þess að bæta skilvirkni, bera fyrst saman algengustu sviðin, eða þau svið sem eru líklegast að vera mismunandi. Ok, þetta er varðandi equals. Hérna er síðan svona smá meinfall til þess að framkvæma svona keyrslu.
Þannig að við ætlum að búa til hérna symboltöflu þar sem að lykillinn strengur og gildið sem tilheyrir strengnum heiltala. Að taki eftir við verðum nota þessa wrapperfall hérna integer, við getum ekki nota grunntægið sem parameter. Og síðan einfaldlega lesum við hérna þessa strengi úr skrá og setjum inn bara númerið á gildinu sem gildi, sem value. Síðan förum við gegnum hérna alla strengina í kakangrindinni og prentum út gildin. Nú takk ég eftir að hérna erum við að nota þetta keys gagnatag og þetta ástæðan af hverju við viljum hafa hérna þetta keys. Það til þess að geta skoðað, farið í gegnum alla lyklana. Og ef við skoðum úttakið þá sjáum við að þeir eru líka sett upp þannig að þeir koma út í réttri röð. Þannig verða þessar táknatöflur útfærðar. Hérna smá klassi, forrit sem þið getið séð á vefnum, námskeiðsvefnum. Tekkum upp á því. Þá getum við séð hérna kóði og hérna frequency counter. Hvað gerir þetta? Þetta lesin list af orðum og prentar út algengasta orðið. Eða það algengasta sem af nægilega mikilli stærð. Nú ætla ég að athuga hvort að ég sé geti kannski keyrt forritið. Ok, ég verð að vera betur undirbúinn. Reyna það næst. En þetta einfalt forrit hérna, þetta frequency counter. Þetta setur inn öll orðin í þessum symboltöflu og síðan telur það í hvert skipti sem það finnur orð að þá hækkar það teljaran fyrir það orð. Þannig að það geymir teljara fyrir öll orðin í textanum og í lokin þá vill það prenta út algengasta orðið, eða það sem algengast af þeim sem nægilega löng. Okay. Og það hérna gagnasafn sem fylgja með vefsetrinu, með bókinni. TinyTale stutt saga, Tale.text, þetta saga eftir Dickens og ef við keyrum til dæmis þetta frequency counter á það með 8, þá fáum við að algengast orðið með 8 eða fleiri stöðum business sem birtist 120. Hvernig færum við að útfæra þetta? Það ekki erfitt. Þetta aðalskráin. Við erum hérna með symboltöflu af lyklarnir strengir og við erum með teljara fyrir hvert orð. Og síðan lesum við að staðalintakinu, streng, athugum hvort að lengdin á orðinu sé yfir þessum þröskuld sem við setjum okkur. Ef ekki, þá höldum við bara áfram og ignorum þeim. Nú ef það nægilega langt, þá flettum við upp, athugum hvort það sé í symboltöflunni. Ef það ekki til staðar, þá setjum við inn og með upphafsgildinu 1. Það talningin á þeim tímapunkti. Ef það til staðar, þá setjum við líka inn en með uppfærðu gildi. Það að segja, nýja gildið einfaldlega fjöldin sem við vorum með, sem þetta hér, plus 1. Þannig við erum þetta leið til þess að hækka teljaranum 1. Við flettum með hversu oft birtist það áður, bætum einu við, setjum það inn. Og síðan hérna einfaldlega lykkja til að fara í gegnum alla lyklana og finna einfaldlega algengasta gildið. Tökum við hvort núverandi orð birtist oftar heldur en það orð sem hingað til hefur birst oftast, að svo þá hækkum við þetta algengasta orð.
Einfalt. Svona, þetta algengur hérna tema hvernig við nýtum svona simpultöflu. Ok, ég ætla að hafa þá reglu að tala ekki samfleytt of lengi og ég nú ekki með neitt grín hérna núna en ég ætla að vera smá menningarlegur. Sýningur hérna smá myndskeið, eins og það kallar. Þetta einni uppáhaldsmyndinu sem heitir Amadeus. Amadeus fjallar eins og nafn gefur til kynna, Wolfgang Amadeus Mozart. Og reyndar samskipti hans við annað tónskáld á þeim tíma sem var mjög vinsælt á, sem heitir Salieri. Hann var mjög, kannski jafnvel vinsællir í það þá, en hefur alveg horfið í skuggan, kannski vegna þess að þetta var ekki eins merkileg tónlist. Og hérna kemur skemmtilegt tema þar sem að Salieri uppgötar hvað sem Mozart skrifaði flott. Rauninni, þessi mynd kom mér í skilningum hvað margt af því sem hann gerði var í flott vegna þess að 80% af því sem hann skrifaði óttalegt sull. Það er svona lyftutónlist. En kosturinn sá að þó hann hafi dáið 36 ára að þá skrifa hann heila ósköpin, þannig að þessi 20% eftir eru bara helviti góð. On the page, he wrote nothing. The beginning is simple, almost comic. Just a pulse, bassoons, basset horns, like a rusty squeeze box. And then, suddenly, high above it, a note. A single note hanging there, unwavering. Until a clarinet took it over. Sweetened it into a phrase of such delight. This was no composition by a performing monkey. This was a music I'd never heard. Filled with such longing, such unfulfilled longing. It seemed to me that I was hearing the voice of God. Þetta var þetta. Nú, Murray Abraham fékk hérna Óskarsverðlaun fyrir túlkun sína á þessu á Salieri þarna. Ok, þá skulum við skoða hérna einfaldar útfærslur á, heyrðist ekki í mér? Ok, einfaldar útfærslur á simpultöflum. Hvað myndi ykkur koma til huga? Hvernig myndi við útfæra það á einfaldan hátt? Harstöflu eða binary tree. Hvað sér? Harstöflu eða binary tree. Harstöflur eða binary tree, já, það er alveg rétt. Það er það sem við skoðum í næsta tíma og næstu nokkru tímum. Og í rauninni seinni í þessum tíma, en ennþá einfaldar útfærslur. Gerir ráð fyrir án þess að nota hluti eins og dictionary í þeim málum sem það er til. Nota dictionary, hvað meinur þú? Nei, ekkert. Bara þar sem simpultöflur eru innbyggðar í tungumálið. Já. Þá er náttúrulega bakvið einhvers konar útfærsla ekki satt, hvort það tætitafla eða tvíleitatré. Og þið hefur sjálfsagt notað svona gagnagrindur, hashmap eða treemap, til dæmis í Java, án þess að kannski spá mikið í það. Ein ástæða fyrir af hverju við erum að fara í þetta er líka til að skoða hvað liggur hann að baka þessu. Þegar maður er að nota þetta, hvernig er þetta gert og hvaða áhrif er þá á hvaða væntingar maður getur haft varðandi skilvirkni. En ok, einföld dæmi væri að hafa til dæmis lista, einfaldan lista, annarkvort tengdan lista eða fylki, annarkvort raðað eða óraðað. Þannig að við erum 4 útgáfur, hérna til dæmis
tengdur listi sem raðaður, óraðaður og þá einfalt að leita í gegnum hann, við bara leitum þar til við finnum. Það líka auðvelt að setja inn, við finnum gegnum listan þar til við finnum eitthvað, ef við finnum ekki neitt, þá setjum við það fremst. Eyða, það líka það sama, finnum gegn þar til við finnum það og þá breytum við því. Nú þau sjálfsagt útfært einhvers konar aðferð af þessu tagi. Hvað getum við sagt skilvirkni á þessu? Jú, allar þessar aðferðir kosta línulegan tíma í versta falli. Vegna þess að við þurfum að leita okkur í gegnum allt fylkið, allan listan. Jafnvel þegar þó sé ódýrt að setja inn fremst, þá þurfum við fyrst að tékka hvort það sé þegar til staðar. Ef það er til staðar, þá kannski meðalkostnaðurinn helmingur af því við þurfum að fara í gegnum helmingin af listanum. En allar aðgerðnar allar línulega tímaflæki. Það sem við viljum fá þá skilvirkar útgáfa af báðum þessum aðgerðum. Hérna ein hugmynd, nota tvíundaleit. Hún skilvirk. Til þess þurfum við að hafa fylki sem raðað og þar með getum við flett upp tiltölulega skilvirkan hátt. Við viljum til að mynda flett upp P, og þá fyrir hérna miðjuna L og síðan miðjuna af hægri hluta fylkisins R, M og P. Þetta eins og við höfum skoðað. Forðumst að skoða gegnum allt fylkið, við getum gert það á tíma sem hvað er tíminn fyrir binary search? Log n, rétt. Og hérna samskonar fyrir stak sem ekki til staðar. Og þá er þetta útfærsla af því. Þannig að þetta er gert, þá notum við þetta hjálparstef hérna rank sem gefur til kynna númer hvað í fylkinu er viðkomandi stak. Og ef það er ekki til staðar, þá hefur það gildi sem er stærri heldur en fjöldi staka. Nei, þá hefur það 0 gildi, eða minnsti gildi. Nei, það er rétt, það hefur hérna akkurat stærri heldur en fjöldi staka í fylkinu. Og rank er einfallega rauninni tvíundaleitin sjálf. Við beitum tvíundaleit hérna til að finna stakið, þá skilum við tilvísun í þetta stak. Ef við finnum það ekki, þá rauninni skilum við gildinu þessu low sem vísar það út fyrir fylkið. Já, nei. Það sem ég meinti nú er að það getur vísað inn í fylkið það sem að stakið ætti að vera og þannig gefur til kynna hvað eru mörg stök sem eru minni en þetta stak. Hvort sem að stakið er til staðar eða ekki. Þannig að hérna berum við þá saman, ef það er inn í fylkinu og það er til staðar í fylkinu, að þá skilum við viðkomandi gildi, annars skilum við null. Þannig að ef þetta rankgildi vísar út fyrir, þá er það stærra heldur en all gildin í fylkinu og gildi sem það vísar á er jafngild, þá ætlum við að skila því. En gallinn við þetta er að ef við ætlum að setja inn stök, þá þurfum við að hliðra þeim allum til. Og það er það sem eykur tímaflækjuna. Þannig að það er það sem verður dálítið dýrt. Og þannig að tíundalitin er góð upp á að fletta upp, en það upp á að setja inn stök eða eyðastökum, það kostar líka línulega tíma. Nú ef við erum með gagnrýni sem er þá mjög takmarkuð, þar að segja ef við ætlum að lítið að breyta henni, þá eru kannski skilvirkt að nota þetta svona. Ef það er lítið af innsetningum eða eyðingum, þá er eins gott að nota bara tvíundaleit. En það sem við ætlum að skoða hér er hvað ef við erum með að blanda þessu mikið saman, þannig að tiltölulega jafn mikið af bæði uppflettingum og innsetningum eða eyðingum.
Nú í viðbót hérna, í viðbót þessar grunnaðgerðir sem við erum að tala það er að segja uppflettingu, eyðingu og innsetningu, þá eru nokkrar viðbótaraðgerðir sem getur verið gott að nota sem byggja á röðun gildana. Og hérna dæmi, hérna sem sagt tímatafla fyrir flug, þau leggja af stað einhver ákveðnu tíma og fara til ákveðna borgar. Hvað getum við viljað gera? Við getum viljað spyrja, hvað er fyrsta flugið sem fer? Fyrsta flugið hérna klukkan 9, það er fremst í þessum raðalista. Hvað er síðasta flugið? Það er þetta max-gildi hérna. Viljum geta gert eins og áður, það er að segja flett upp hver er tíminn fyrir flugið, fyrsta flugið í Houston. Við getum vilja, en síðan getum líka spurt spurningi eins og floor, hvað gefur það? Hvað er næsta flug sem fer ekki seinna heldur en 9:05? Hvað er það sem er næst í? Það er floor, þannig það er það rúna niður á við. Þannig ef er ekki flug sem fer á stað akkurat 9:05, þá vil ég fá það sem kemur þar á undan. Ceiling er þá akkurat öfugt, loftið. Hvaða flug fer klukkan 9:30 eða næst þar á eftir? Og það er þá 9:35. Síðan eru hérna spurningar eins og select 7. Hvað er 7. flugið sem fer í hérna? Þannig getum við hugsanlega vilja að finna miðgildið, ekki satt. Síðan er þetta að spyrja hérna size. Það er hvað eru mörg gildi á bilinu, hvað eru mörg flug á bilinu 9:15 til 9:25? Rank gefur til kynna, það verður þetta að hjálpa að falla eins og það munið. Hvað er mörg flug sem fara á undan þessari tímasetningu, þessum lykli. Og svo keys, það getum við líka vilja biðja ok, gef mér öll flug á þessu tímabili. Og þetta er allt eðlilegar fyrirspurnar framkvæma og til þess þarf maður þá hafa röð á gildunum, ekki satt. Þau þurfa að vera samanburðarhæf og ekki bara upp á jafngildi, heldur líka upp á hvort að þessi minnin eða stærri. Þannig til þess þá þurfum við að útfæra þessu comparable skil í lyklinum sem erum notað. Og þá er þetta runa af þessum skilgreiningum, af þessum aðgerðum, eins og ég gæti til kynna. Það er viðbótar fallið eins og delete min, þá ætlum við bæði flettu minnstu gildinu og eyða því. Þannig að þá erum við komið svona ákveðna hrúeiginleika líka. Hvernig förum við að því að útfæra þetta? Í sjálfu sér er það mjög einfalt með þessum grunngrindum hérna. Til að mynda, ef við ætlum að finna min-gildið í rauðu fylki, þá förum við bara fremst í það. Ef við ætlum að finna floor-gildið, þá er það spurningum að fletta upp í trénu og finna gildið hnútin sem hefur það, finna stakið sem hefur akkurat þetta gildið sem kemur næst á undan. Ef við erum búin að finna staðsetningu það sem ætti að vera, þá bara hólfið þar á undan, ekki satt. Þannig að þetta verður allt tiltölulega einfalt með þessum grunngagnagrindum. En pointið er að ein aðferð verður dýr, er áfram dýr, það er innsetning og eyðing. Og til þess ætlum við að kynna til sögunar þessar flóknari gagnagrindur. Ég stýp bara búin að tala alltaf hratt, eða ekki? Þetta er ekki þar fram hjá okkur. Þetta er svo sem ekki alveg splunkun í efni fyrir okkur, ekki satt? En þið hefur kannski ekki alveg síðan þetta alveg tekið fyrir svona. En nú ætla ég að taka pásu, af því að nú er komið af tvíleitatrjá. 5 mínútur. Eða 7 mínútur.
Jú, ég las það. Getur að standa upp og tegja ykkur. Já, það er líklega rétt. Ok, þá vindum við okkur í tvíleitatrén, eins og þið þekkið.
Tvílitatré er tvíundatré sem er það sem stökunum er raðað í röð. Og tvíundatré er með þessa einföldu snyrtilegu endurkvæmi skilgreiningu. Tvíundatré er annarkvort tómt tré eða það eru 2 tré sem eru hægra megin og vinstra megin með sameiginlegan hnút í rótinni. Og það sem byggist á svona röð. Röðin er þannig að við erum með lykil í hverjum hnút og hver hnút og gildið er stærra en öll stökin sem eru vinstra megin og minna en öll stökin sem eru hægra megin. Það er þessi tvíunda röð. Takið eftir hvernig þetta er öðruvísi heldur en hrúguröðunin. Það er gildið að rótin sé stærri heldur en börnin. Nú er rótin rauninni í miðjunni, milli barnanna. Útfærslan í Java er þannig að við einfaldlega geymum við útvænandi sem hnút. Hnútur inniheldur 4 gildi. Það er þetta key value par, key annars vegar og value hins vegar. Og síðan vísar á vinstra barnið og hægra barnið. Minni lyklana og stærri lyklana. Og stundum er þetta að hugsa þannig að við séum með 1 gildi hérna. Það er að segja að þessi gildi og vinstri og hægri barn, þar sem að gildið er einhver konar hlutur sem inniheldur einhver gildi þar til mynda getur að vera key og value og svo framvegis. En eins og þeir hugsa þetta hérna út frá þessum key value pörum að þá er þetta aðskilin svið í hnútnum. En það er bara tæknilegt atriði. Og við gerum ráð fyrir því að þetta séu almenna gagnatök og í viðbót að key sé þá comparable tag til þess að við getum borið saman. Annars er ekkert vit í því. Við verðum að vita annað er minna en eða stærri. Og þá er þetta rauninni skapalónið. Það er að segja eina gildin sem við þurfum að geyma, það er bara gildið vísar inn á rótina í trénu. Og það er þá private gildi. Og síðan verða síðan útfærslur á öllum þessum hlutum, öllum þessum aðferðum okkar, put og get og delete og iterary. En við byggjum á þessum klassa node hérna sem er þá skildur private. Nú, við getum fundið hérna á netinu, við getum fundið hérna demo hvernig við förum að ég setja inn. Þetta ætti að vera upprifið fyrir ykkur. Ef við flettum upp, ætlum að leita að hái, þá berum við hái saman S, og nei, háið minna, þá berum við vinstra hlutrið. Berum við hái saman við E, það er stærri en, þá berum við hægra hlutrið. Það er minna en R, þar við berum vinstra hlutrið. Ok, fundið. Hérna ætlum við að leita stæki sem er ekki til staðar. Jú, það er til staðar. Hérna ætlum við að setja einstak. Segjum við ætlum að setja einstakið G. Þá þurfum við fyrst að finna staðstæðinum fyrir það og síðan setjum við inn þar sem að það var ekki til staðar. Þannig að aftur við berum G saman við S, ok, G er minna, þá fyrir vinstra hlutrið, G saman við E, G er stærra, fyrir hægra megin, G saman við R, G saman við H. Nú G er minna heldur en H, þannig að við förum í vinstra hlutrið sem er tómt, þá setjum við G inn þar og þá fáum við upp þetta tré hér. Ok, samanlega. Hérna er útfærslan þá á uppflettingu. Hérna er þetta útfært iteratíft. Við erum með einfallega leikju, við byrjum með rótinni og annarkvort finnum við stakið, það er að segja ef við erum búin að það er jafngilt, þá einfallega bara skilum við því staki sem er í gildinu sem við erum að fletta upp á. Nú ef ekki þá er annarkvort minna en eða stærri en og þá förum við annarkvort í vinstri
eða hægri hluttrið. Það er alltaf samt. Ef við förum út úr lykkjunni án þess að við endum hérna, það er að segja, þá er það vegna þess að x-ið bendir á null og þá er komið niður fyrir laufin og þá er stækið ekki til staðar í fylkinu, í trénu. Varðandi skilvirkni, þá er þetta lykil athugasemd, það er að segja, fjöldi samanburð sem við framkvæmum er jafn rauninni hæðinni, dýptinni á hnútnum. Þannig að það verður þá lykilatriði allstaðar í öllum aðgerðum sem við framkvæmum, hver er dýptin á þeim hnútum sem verður flettu. Og dýptin er aldrei meira heldur en hæðin á trénu, þannig ef við getum tryggt að hæðin, en dýptin á dýpsta laufi sé lág, að þá erum við í góðum málum. Nú, aftur, ef við ætlum að setja inn stak, þá flettum við því upp, athuga hvort það sé til staðar. Ef það er til staðar, þá breytum við einfaldlega bara gildinu. Hérna erum við að setja inn L. Ef L er ekki til staðar, og þá setjum við L-in á þann stað við búum til nýjan hnút og látum foreldrið benda á þennan hnút. Það þýðir í rauninni að við þurfum að breyta foreldrinu. Við megum ekki vera að koma niður í þetta nullgildi að því þá hefum við engan vísi til að fara upp í foreldrið. Það er engir foreldrabendari í þessari skilgreiningu okkar. Þetta er mikilvægt atriði og eitthvað sem fólk flaskar á. Þannig hugmyndin er svo, við erum alltaf í þessari stef okkar, þá endur byggjum við tréð. Alla leiðin upp. Við verðum eiginlega útfæra þetta sem svona endurkvæmt fall, þannig að þegar við gerum put á key value, þá kallum við það á endurkvæm útgáfuna fyrir rótina. Og þar förum við gegnum þessa möguleika og síðan í lokin að, já, meðan við framkvæmum þetta, þá erum við alltaf að endurbyggja það, takið eftir. Ef við erum komin nullgildi, þannig að ef við komum alla leiðin niður, þá búum til nýjan hnút og skilum því. Okay. Foreldrið hins vegar, þegar við erum í einhverjum hnúti í trénu, að þá förum við annarkvort vinstra megin og hægra megin, við köllum endurkvæmt á put á vinstra tréð og þegar að kallið skila tilbaka, þá skilur það nýju tré. Og þá setjum við það tré inn í x.left. Þannig að alla leiðina hérna upp, þá erum við alltaf að endurgera öll þessi hluttré. Hægra hluttréð hér, vinstra hluttréð hér, hægra hluttréð hér, vinstra hluttréð hér. Nú rauninni verður þetta alltaf sömu gildin, en þetta er til þess að tryggja það til þess að við rauninni þurfum að það er bara hér sem í gildirunum breytist. Ok? Þannig að ef við ætlum að breyta einhverju trénu, þá verðum við rauninni að gera þetta endurkvæmt og þá erum við að endurbyggja tréð á leiðinu. Eða endurbyggja þá hnúta sem er á leiðinni sem við framkvæmum. Nú, við sagðum að skilvirkni fer eftir dýptin á hnútunum og við viljum helst að dýptin sé lítil og þá er æskilegast að þau séu í þessu formi, þetta séu svona fullkomið tré. Versta tilfelli er þegar þetta er rauninni svona, þetta verður bara ein lína, þá verður þetta rauninni nákvæmlega eins og vinna með tengdan lista. Takið eftir að það eru mörg tvíundatré eða tvíleitatré sem samsvara sama inntækinu. Getur litið út svona út og getur litið svona út. Það fer bara eftir því í hvað röð við settum hnútan inn.
og það hægt að gera svona tilraunir og þá getum við séð hvernig á hvaða formi trén verða. Hérna dæmi tré með 255 hnútum. Við sjáum að það er ekki balanserað, en það er samt ekki mjög langt frá því. Væntanlega ætti dýptin að vera 7, það væri optimal, en hérna er meðalhæðina á hnút 9,1 og hámarkið er það bil 2-falt meira. Hvað allir við getum sagt svona, ef við setjum inn stök af handahófi, hversu gott að allir tréð séu? Þetta er kannski lykilspurning. Við vitum að í versta tilfelli getur orðið svona slæmt. Besta tilfelli verða alveg eins flatt eins og mögulegt er. Hvað allir meðaltilfelli séu? Ein hugmyndi væri að taka meðaltalið af n og log n, en meðaltalið er ekki mjög gott vegna þess að það er bara n deilt með 2. Það væri helvítið slæmt. Önnur leið var að taka geometrist meðaltal, vitið hvað það er? Þá margföldum þessi 2 gildi saman og tökum rótina. Þannig að geometriska meðaltali er þá rótin af n log n, sem er það bil rótin af n. Það vill svo til að, við komum að því, en þetta er mjög sniðugt að taka eftir. Við vorum að skoða quicksort og þau munir að quicksort skiptir þessu í 2 hluta og þannig að öll stökin vinstra megin eru minni en og öll stökin sem er hægra megin eru stærri en. Og rauninni er samsvarun á milli þessar skiptinga í quicksort og tvíleita trjáa. Þannig fyrir hvern einustu skiptingu sem quicksort getur myndað, þá er til samsvarandi tvíleita tré sem passar við þetta. En hversu gott er þetta? Það er merkilega gott ef stökin er sett inn af handahófi. Þannig að meðaldýptin á hnút verður þá 2 log n. Þetta er náttúrulega logrin, þannig að þetta er það bil 1,4 sinnum logrin grunntölu 2, sem er ekki nema 40% meira heldur en lágmarkið. Og þessi kollegi minn hefur sýnt fram á þetta að ef þú setur inn hluti af handahófi, þá með þess að hæðin er ekki mjög stór. 4,3 sinnum náttúrulega logrin. Þannig að vaxtarhraðinn á hæðinni er sem sagt logaritmískur. Þannig ef við höfum stök sem kom inn á handahófi, þá erum við mjög góða málum með tvíndatré. Tvíleita tré. Mjög góða málum. Vandamálið er það að það er ekki alltaf að gögnin koma inn handahófi. Þannig að versta tilfelli er enn eins og við sögðum. Nú við getum sagt að ef við komum inn á handahófi þá er þetta alveg óhemjulega litla líkur að þetta gerist. Þannig að það er allt í lagi. Vandamálið er hvort við getum treyst á það að komi virkilega af handahófi. Og þá höfum við þennan samanburð hérna milli þessara útfærslna að sjáum að tryggingin sem við fáum hérna með þessum tvíleitatrjáum, hún er rauninni ekkert betri heldur en þessum einföldu útfærslum, en meðaltals vænti kostnaður við hverja aðgerð er mjög góður. Og það sem við skoðum í næstu viku er síðan leið til þess að ná þessu hérna niður. Hvernig getum við farið að því? Hún er svo að tryggja það að tréðin verði aldrei svona ójöfn. Það verði ekki þetta mikið ójöfnvægi. Halda því alltaf svona nokkuð balanserðu. Ef þú ætlar að hafa alveg fullkomið balans, þá er það mjög dýrt. En ef þú er svona sæmilega jafndreift, þá er það ekki mjög flókið. Eða ekki mjög dýrt. Skoðum hérna síðan þessar
ordered operations, eða kalla það. Hvernig förum við því að útfæra þessar aðgerðir eins og min og síl og floor og svo framvegis? Hvernig förum við því að finna minnsta gildið? Ha? Jú. Þú fylgir bara vinstri bendanum eins langt og þú kemst. En þú getur gert það einfallir í forlikju. Fylgja vinstri bendi vindri, þar er þú komin í nút sem ekki með neitt vinstri band. Ok, það er auðvelt. Max er þá samsvarandi. Hvað með floor? Þú ætlum að finna stærsta gildi sem er minna en eitthvað ákveðin líkil. Þannig að floor af G til dæmis er þetta stakina E. Hvernig finnum við það? Takið eftir að þegar við leitum að G, þá myndum við fara allar leiðinu niður í þetta lauf, eða fara niður í þennan hnút hérna H og uppgöta að ok, það er ekkert sem kemur eftir honum, en þá er það E sem er hérna langt fyrir ofan, sem er unni rétta svarið. Hvernig ættum við að reyna að bregðast við því? Við verðum að rekja okkur hérna niður, fara niður í þetta hát, vegna þess að það gæti verið á þessari leið einhvers staðar hérna djúpt fyrir neðan, gæti verið hérna fyrir neðan háið. En þegar við staddir í háinu þá verðum við einhvern veginn að finna, óps, ok, það er ekki þar fyrir neðan. Ef það er ekki hér, hvar myndi það vera staðsett þá í trénu? Það er ekki há, já. Ha. Nei, ef það er ekki hérna neðar, ef það er ekki til staðar, hvar ætti þá flórgildið af G að vera? Við sjáum hérna er það E, almennt talað myndi það vera, hvað er þetta, predecessor, eða það stak sem kemur á undan H-inu, forveri. Ha. Það er ekki forlegginn, þú ferð upp í forveran sem ræður því. Já. Það sem myndi vera hægri legg forverins, þá ertu komin með. Akkurat. Ef forverin sendi þig til hægri, já. Ef þú hefur átt að vera hérna hægra megin, þá þýðir þetta að þú ert að reyna að finna forvera þessi hérna. Eða forvera sem er í þá átt sem þú ert að leita. Já, hérna erum við að leita alltaf til vinstri, vegna sem við erum að leita flórinu. Hugmyndin er einfaldlega svo að við bara geymum hvað er stærsta gildi sem við fundið hingað til af þeim stökum sem eru minna heldur en gildi sem eru að leita. Þannig að það eru 3 tilfelli ef lykillinn sem við erum að leita er jafn lyklinum í rótinni, í hnútnum, og þá erum við búin að finna hann, og þá er flór einfallega bara sama og leita að stakinu. Nú ef lykillinn er minni heldur en lykillinn í rótinni, þá þurfum við að fara í vinstra hluttréð, og flór hlýtur þá verið í vinstra hluttréðinu. En ef það er hins vegar stærri heldur en lykillinn í rótinni, eins og við sjáum hérna, ef við erum að leita hérna í G-nu, þá þurfum við að leita í hægri hluttréðinu, en það er ekki endilega víst að væri þar. Það getur verið E sem er flórgildið. Og þá þurfum við einfallega bara að geyma þetta gildi E hérna og athuga hvort því gildi sem er hérna skilað, eða hvort að við finnum G-ið í þessu tré. Ef við finnum það ekki, þá er svarið E. Þannig að þá rauninni úr þessu hlutri hérna, þessu hægri hlutri E, að það ætti svarið að vera null vegna þess að það er ekkert gildi sem er fyrir neðan G. Og ef fyrst að svarið úr þessu hlutri hér er null,
að þá veit að þá það ég sem flórgildið. Þannig að kóðin væri þá svona, fyrst tekur bara á því hvort að stæki sé null, því þá er ekki hægt að finna. Annars gerum við samanburð á stækinu, uppfletti stækinu og stækinu sem í hnútnum, sem staðsettir í ákveðnum punkti. Já, ok, kannski byrja. Við erum semst með endurkvæmt fall. Þannig að við köllum fyrst á þetta endurkvæma fall með rótinni. Og þetta endurkvæma fall virkar þannig að þegar þú ert í ákveðnum hnút, þá berðu lykilinn saman við lykilinn sem í hnútnum og eftir hvaða 3 tilvik á, þá gerur mismunandi hluti. Ef samanburður 0, þá fannstu stækið, þá skilar því. Ef samanburður minni en 0, það þýðir að stækið þá í vinstra hlutinu og þá getur bara kallað endurkvæmt á flór fyrir vinstra hlutinu. En trikkið hvað ef það stærri en þá þarftu að leita í hægri hlutinu og þú kallar endurkvæmt á falli flór fyrir þetta hægra hluti og svo athugar hvort að það hafi skilað einhverju gildi eða hvort það skilaði null. Ef það skilaði ekki null, þá það rétta gildið. Ef það skilaði hins vegar null, þá það x sjálfur sem að þú vilt skila. Þannig að þá myndi hérna fær tilbaka, svarið null, ok, þá það ég sem flórgildið. Ég líti ekki mjög samfærð út. Þið verða að rekja ykkur gegnum þetta. Nú fyrir ýmislegt annað þá mjög hjálplegt að hafa talningu á hnútunum. Þannig við ætlum að bæta við einu sviði sem heitir count. Og þannig að það inniheldur rauninni fjöldan hnúta í því hluttré sem hnúturinn rót fyrir. Þannig að count fyrir þennan hnút hérna þá þessu fjöldi hnúta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og þá breytum við skilningun á nóðunni þannig að við heldum utan þetta count. Við breytum líka skilgreiningu á til dæmis put, þannig að þegar við setjum inn stak, þá uppfærum við gildið á þessu count. Þannig að við þurfum að hækka, endurreiknum það bara í hver skipti. Þannig að svarið úr þessu hluttré þá 1 fyrir rótina eða nóðuna og síðan stærðin á vinstra hluttrénu pluss stærðin á hægra hluttrénu. Til þess erum við þetta hjálparfallið size og size skilar einfallega bara count-gildinu, svo lengi sem x ekki null. Þetta til þess að ég geta kallað á size fyrir null-gildi líka, svo við þurfum ekki að tekka á því hvort að x.left sé hugsanlega null. Okay. Þannig að við endurreiknum það alltaf og þá getum við reiknað til dæmis rank-gildi. Rank þá fjöldi staka sem minna en ákveðið. Og þetta aftur, þetta endurkvæmt, já, akkurat, hver merkir líklega minni en eitthvað ákveðið gildi. Þetta auðvelt endurkvæmt fall, 3 tilvik aftur eftir hvernig comparison þú framkvæmir. Og takk eftir að við gefum okkur það að stökin í þessi tvíleitatré séu öll mismunandi. Lyklarnir eru alltaf mismunandi. Það aldrei jafngildir lyklar í 2 mismunandi nóðum. Vegna þess að ef það eru 2 lyklar með sama gildið, þá ætti gögnið þessi value sem það hangir saman á að vera saminað einhvern nátt. Annarkvort að annað kemur eitt fyrir annað eða að þú ætlar að samina þessa lista sem þau geyma. In-order traversal rekja okkur gegnum allt tvíleitratréð. Þið hefði framkvæmt þetta, ekki satt? Heimsækir fyrst öll börnin sem vinstra megin, heimsækir síðan hnútinn, heimsækir síðan öll börnin sem hægra megin. Og hérna gerir þetta þannig að þeir búa til svona biðröð og setja hnútana síðan inn í biðröðina. Þannig við kallum á þetta endurkvæma fall in-order af hnút, biðröð. Og þá, sem við segi, þá
köllum endurkvæmt á það fyrir vinstra hlutríð, bætum hnútnum við biðröðina eða lyklinum við, þetta er til að skila lyklunum, og framkvæmum síðan innorder á hægra hlutríð. Þegar þá fáum við þessa lykla í þessari réttu röð eins og við viljum gjarnan hafa. Og þá er þetta samantekt á rauninni tvílitatrjám, tímaflækjunu sem við fáum út. Svarið er eiginlega alltaf H í versta falli. H er, hæðin á trénu. Hæðin getur verið rosalega há eða hún getur verið mjög hæfileg. Ef stökin er sett inn af handahófi, þá er hæðin með vaxtarhraðan lágan og við erum góðum málum, en í versta falli er hún línuleg. Þá er bara eftir að skoða hvernig framkvæma með eyðingu. Nú, ég veit að þið hefur séð það í gagnaskipan, en það er kannski gott að rifja þau. Þetta er ekki alveg, þetta er svona með tiltölulega flókin aðferð, myndi ég segja. Ég taka smá menningarlegt hlé, 2 mínútur. Ég er hérna með annað, eitt uppáhaldsatriði hérna úr þessu. Þarna er Salieri að rembast við að skrifa pínlítið lag sem ætla að færa hertoganum sem hann vinnur fyrir. Svo sjáum við hertogan spila þetta lag, rembast við að spila þetta litla lag fyrir Mozart sem kemur þá inn. Svo sjáum við hvað gerist þar á eftir. En Salieri sem sagt er kannski eins og við flest, hann þarf að hafa fyrir hlutunum, meðan að sama gildir ekki alveg Mozart. Grazie, signore.
Grazie, signore. Þeir gera þetta dálítið svona fíblalega hann í myndinni með þessum fíblahlátri hann. Ok, þá komum við aftur á tvílættatrjám. Nú ætlum við að fara að eyða út úr trénu. Og það er það sem við áttum óleyst hérna. Hvað ætla að taki, hversu dýrt allir það sé? Einfaldasti leiðin er alltaf latur. Segja bara, já, þessi hnútur er bara ekki lengur til staðar. Bara merkja hann á slíkan hátt. Þau kalla þetta tombstone eða grafstein, leggstein. Við setjum hérna eitthvað merki sem gefur til kynna að við höfum hérna gildi til þess að fletta upp eftir en gildi sjálft er ekki í simpultöflunni. Þetta er mjög þægileg leið vegna þess að það er mjög lítið sem við þurfum að framkvæma. Þetta er eins og ekki mjög ásættanleg, svona æskileg leið vegna þess að þetta þýðir að þá fyllist þetta af leggsteinum. Tréð verður hérna fullt af rusli í rauninni. Og já, en kostnaður er viðráðanlegur svo lengi sem það er ekki mikið af svona tómum plássum. Þannig að þá fáum við þessa meðaltalstímaflækju út frá öllum lyklum sem hafa verið sett inn einhver tíma. Til þess að koma í veg fyrir þetta þá viljum við útfæra aðferð sem eyðir raun og veru. Og þá þurfum við að skoða nokkuð tilfelli. Einfaldasta tilfellið er kannski þegar að er að ræða eyða minnsta gildinu. Við minnum minnsta gildið er lengst til vinstri og það er tiltölulega auðvelt að eyða. Hvernig þá? Jú, vegna þess að við vitum að minnsta gildið hefur ekkert vinstrabad. Þannig að þá setjum við bara hægra bad þess sem bad foreldrasins. Við sjáum hérna sem dæmi, við erum hérna komin niður í laufið A og link hérna fyrir neðan, ok, hann á ekkert vinstrabad hérna aðeins, allt í lagi, þá bara einfallega látum hægri badnið hans, C, koma staðið fyrir hann. Þannig að C núna er settur sem vinstrabadni. Og þá þarf að uppfæra síðan tréð á samsvarandi hátt, sér í lagi þau þurfum að uppfæra talninguna núna á alla leiðinu upp í rótina. Og þá er þetta þessar 4 línur hérna. Ef við erum komin niður í hnút sem er ekki með neitt vinstrabad, þá skilum við einfaldlega bara hægra badinu. Og þá sjáum við að talningin er ennþá til staðar vegna þess að talningin á hægra badninu, því 3, er ennþá svo sama. Nú, ef það er til vinstrabad, þá köllum við endurkvæmt á þessa aðferð okkar fyrir þetta vinstrabad og skilum því 3 og síðan uppfærum við talninguna. Þannig að já, við endurgerum þennan vinstri bendi með því að kalla endurkvæmt á delete min fyrir þetta vinstri hlutré, uppfærum talninguna og skilum bendinu á hnútinu. Þannig að framkvæmum kall hérna á S, kall á E, kall á A uppgötar að það komi hérna niður í vinstribadnið er null, þannig að hann skila bara x.right, þannig að hann skila C-inu tilbaka. Ok, þá erum við komið aftur í endurkvæmum kallið fyrir E. Nú, E skilaði bara, E er hins vegar, var staðsett hérna, það hafði kallað endurkvæmt á vinstribadnið sem er hérna E, A. Núna endurgerða vinstri bendinu sinn, þannig að það tekur við þessu C3
og endurreiknar. Ok, ég lýsi þess ekki vel. Þið finnið örugglega út úr þessu, ekki? Já, þá erum við komið tilbaka. Ok, þetta var auðvelda tilfellið. Síðan eyðingin sem yfirleitt notuð svokölluð Hibbard-eyðing. Og hún tekur á 3 mismunandi tilfellum, eftir því hversu mörg börn hnúturinn á. Já. Þarna í delete min, Já. það bara 1 punktur að fara að eyðast. Já. Þannig af hverju erum við að kalla í size og endur útreikna stærðina í staðis bara að dekrementa 1. Og það verður hvort að eyða 1. Það gerum við ekki bara x.count mínus mínus. Við erum bara að eyða 1 stykki, það bara miklu meir. Já, ok, það góður punktur. Erum við ekki að gera mjög mikið aðgerðum bara til þess að minnka gildum 1? Góður punktur. Það reyndar ein rök fyrir því sem getur verið. Hvað heldur þessi svarið þessu? Ekki mismunandi count fyrir hvert sótring? Þú ert að breyta því þá fyrir hvert að... Jú, en samkvæmt þessu það ætti að minnka bara með allar leiðinni þarna upp í rótina. Málið að þessar aðferðir verða að gera til þess að... Nei, þetta alveg rétt, já. Þetta bara mjög góð punktur, já. Ég ætla að segja, já, kannski finnur hún ekki hnúturinn sem hann ætla að eyða, en auðvitað, það alltaf einhver hnúturinn minnstur hnúturinn, þannig að þetta ætti bara að breyta talningum með, já. Ertu að lækka count á í þessu tilfelli? Já, það ekki? Eð með talninguna 3 og verður núna talning upp á... Nei, fyrir ekki. Eð með talningu annars vegar 2, eins og 3 og hnúturinn sjálfur 6 og það lækkar hann í... Það er ekki verið upp staðar, þú breytir hún séð af þessum... Séð breytist ekki, en það skila sér hérna, sko. En það þessi reikningur hérna sem fer fram, hann fer bara fram í þeim hnútum sem ofar á leiðinu upp í rótina. Ég held að þetta myndir virka. Þeir kannski að hafa þetta sett þetta svona bara til þess að gera þetta skýrara. En ég hugsa að ætti örugglega að vera skilvirkara. Ok, en í Hibbard-eyðingu þá tökum við fyrir 3 tilfelli. Auðveldasta tilfelli þegar við erum með hnút sem með engibönn. Það semst lauf. Hvað gerum við með þá? Já, það ansi auðvelt vegna sem við bara einfaldlega eyðum þeim hnút. Og þá þurfum við bara að uppfæra bendin hjá foreldrinu. Og þannig að uppfærast aftur á sama hátt að uppfærist alltaf bendarnir á allir leiðinni þarna upp í rótina. Nú annað tilfelli þegar hnúturinn sem þú ætlar að eyða bara með 1 barn. En það líka auðvelt, það gerum hvernig? Já, akkurat. Við gerum í rauninni það sama og gerum þannig delete min, það er að segja við látum bara skiptum hnútnum út fyrir barnið. Setjum barnið í hans stað. Þannig að ef við ætlum að eyða R hérna, þá látum við bara barnið hans, það eina barn sem hann á, koma hérna í staðinn fyrir hann. Og í rauninni alltaf saman að þessi 2 tilfelli að þú alltaf notar, tekur alltaf það barn, já, þetta sjá það okkur eftir. En síðan uppfærum við hérna talningunum eins og aftur. Og þá kannski augljósar að hverju þurfum við uppfæra talningunum vegna það er ekki víst að við endilega finnum hnútinn þegar við erum að eyða honum. En það flókna er þegar við erum að koma með 2 hnúta, þá sjáum við sko ef við ætlum að eyða einu, hvað eiginlega kemur í staðinn? Segjum að við ætlum að látum barnið koma í staðinn fyrir, R-ið kemur í staðinn, en hvað gerist þá? Þá er H-ið í vondum málum. Hvað á H-ið að vera? Af því að R-ið getur ekki, það getur ekki núna orðið að
hægri barni R og það getur heldur ekki orðið vinstra barni að því A er vinstra barnið. Þannig að það gengur ekki upp að bara taka annað barnið og færa það í staðinn. Þess í stað er hugmyndin að leita að eftirmanninum eða þessi skemmtilega nafni sporgöngumanni, successor, það sem gengur í sporin sem einhver annar hafi gert, það sem fylgir á eftir, arftæki, eftirmaður. Þannig að það sem við gerum er að finna þennan sporgöngumann og setjum hann í staðinn fyrir hnútinn. Af hverju er það eitthvað auðveldara? Ég meina þá þurfum við að eyða sporgöngumanninum, en það er auðveldara vegna þess að sporgöngumaðurinn hefur hvað mörg börn. Hvað hefur hann mörg vinstri börn sér í lagi? Hann getur ekki átt vinstra barn, af hverju ekki? Af því þá væri vinstra barnið sporgöngumaðurinn en ekki hann. Það ekki eftir hérna. Við ætlum að reyna að eyða ok, finnum sporgöngumannin, það er hnúturinn H. Akkur er H ekki með vinstra barn? Þannig að ef hann væri með vinstra barn, þá er það minni heldur en H en stærra heldur en Það væri þá sporgöngumaður Okay. Þannig að þá vitum við að H-ið er hérna bara með eitt barn, það er bara með hægri barn hugsanlega. Þá getum við eitt H-inu út á auðveldan hátt, þar sem er case 1, og tökum síðan gildið H og stingum því hérna inn fyrir Og svo þurfum við bara að uppfæra á samsvarandi hátt. Þannig að þetta er sérst reglan, finnum sporgöngumannin, eyðum honum út með reglu 1 og setjum hann síðan aftur í staðinn fyrir þann hnút sem átt að eyða. Og þá er þetta hérna kóðinn. Skoðum við tilfellið aðeins vandlega. Ok, ef x er rétt á null, ok, við erum með hnút sem er null, þá er ekkert sem við erum að gera. Annars gerum við samanburð. Nú, aftur þá eru þessi tvö endurkvæmi tilfelli sem komið til staða. Við meðan þessum endurkvæmi tilfelli alltaf á sama hátt. Við kallum á fallið með vinstra barni og uppfærum vinstra barni samkvæmt því. Við keyrum fallið endurkvæmt með hægra barninu og uppfærum hægra barni samkvæmt því. Tilfellið sem við þurfum síðan að aðalega fást við er þegar við höfum fundið hnútinn. Og þá tökum við fyrir þessi tvö tilfelli runnið saman hérna, það er að segja ef það hefur ekkert hægra barn, þá bara skilum við vinstra barninu. Ef það hefur ekkert vinstra barn, þá skilum við hægra barninu. Þannig að þá með þessum tveimur reglum þá erum við búin að taka fyrir tilfelli 0 og tilfelli 1. Þá er eftir tilfelli 2, hann er með 2 hægri börn. Ok. Þá ætlum ég að nótera hann hjá mér. T á núna að benda á x. Núna ætlum ég að finna hvað er minnsta barnið í hægri hlutreinu. Það er sporgöngumaðurinn. X á núna að benda á hann. Þá eyði ég því gildi út. Þannig að já, ég eyði út með því að gera delete min á þetta. Akkur er hann ruglaður hérna? Já, ok. Ég geri delete min á hægra hlutrið. Ok, ég ætla að skrifa þetta aðeins hérna. Ok, ég er búinn að finna hérna hnútinn sem ég er að leita. Ég ætla að láta benda á hann. Ok, og síðan leita ég að minnsta staki sem er hérna hægri hlutrinu. Ok, og það er eitthvað x sem bendir á þetta minnsta staki hérna. Ok. Nú, minnsta staki getur haft síðan eitthvað tréð þar fyrir neðan. Það sem ég ætla að gera er að ég læt
ég ætla að kalla hérna delete min á t-right. Þannig ég ætla að kalla delete min á þetta hérna, þetta er t-right. Delete min eyður út minnstastækinu, x-ið bendir núna minnstastækið. Okay. Þannig að þú eyðir þessi minnstastæki úr, þannig að það sem að gerist er að þá beitum við reglu 1 til þess að færa þetta hérna. Okay. Og síðan ætlum ég núna að endurgera gildin fyrir x. Þannig að x er þetta gildi sem ég ætla síðan að skila. X.write hefur núna það sem eftir er í fylkinu. X-ið inniheldur áfram þennan minnstanút sem var hérna. Það var bendir á þennan minnstanút sem var hvað? A. Það var H. En síðan það farið uppfæra bendan á því. Það er vinstri bendur og hægri bendir. Hægri bendirinn á að taka það sem eftir er, eftir við gerum delete min, sem er rauninni þessi kassi hérna. Vinstra barnið tekur það sem var vinstra megin, sem er þetta hérna. Eða ekki hægra barnið allt þetta söndri, ekki bara þetta litla neðst. Jú, það hlýtur að vera. Það kemur upp delete min er alltaf. Delete min eyðir, já, akkurat, það eyðir úr þessu hérna tré og það náttúrulega skila þessu hérna tré tilbaka. Já, það er það sem það gerir. Og x t left er bara eins og það var áður. Ok, þetta er aldrei trikki, maður þarf að virkilega setja sér inn í hvað er að gerast með þess að benda þarna. Af því að það breytist rauninni hvað t og x er að vísa í. X-ið er sett nú upp þannig að það vísar rauninni þann hnút sem á að verða koma í staðinn fyrir t-ið. Af því það er það sem við síðan skilum upp í endan. Það á að koma í staðinn fyrir t-ið. Og það var þetta stæk sem er minnsta stækið í hægra hlutrið. Svo þegar við erum búin að gera þessa lagfæringar þá endur reiknum við stærðunartrénu. Já. Ef við kannski taka eitt dæmi. Það verður það. Séum með hluttrið hérna. H bendir á F bendir á segjum við séum með þetta tré hérna og við ætlum að gera delete á H. Ok, og nú við finnum H-ið strax hérna í rótinni, flettum síðan upp, látum 10 benda þetta hérna, flettum síðan upp hvað er minnsta stækið, það verður þá þetta hér, x bendur þetta stæk hér, það er x-ið sem á færast hérna upp og á síðan að skila tilbaka. Þannig að eftir að þetta er, hvernig á þá tréð lít út í endan? Hvernig á það lít út? Ha?
ennið fyrir rótina. Og annað er svo til óbreytt, nema að í staðinn fyrir ennið kemur þá þetta ó. En F ekki stærri en N? Hvað segirðu? F ekki stærri en N? Stærri en? N? Ég spurði að þú veist. F stærri en N? Já. F undanlega stafrófið. Já. Og því það þá að gera stærri eða hvernig? Undanlega stafrófið þýðir það minna. Ok, þannig að þetta er dæmi að þetta er eitthvað sem að þið vonandi verðum að hreinu hvernig er framkvæmt, hvernig við framkvæmum þessa eyðingu. Ok, en þetta virkar ágætlega, en þetta er samt ekki mjög, ekki sérlega góð lausn og ástæðan er sú að þetta verður svona óbalanserað. Þetta leitar alltaf til vinstri vegna þess að við eyðum alltaf þessum sporgangmanni sem kemur á eftir. Þannig að þau verða ekki eins balanseruð og ef þú ert búin að gera nægilega mikið af insert og delete að þá endar þeim aðstæðum að hver aðgerð er núna dýr vegna þess að aðrar aðgerðir líka vera hæðin á trénu verður núna rótinavenn. Meðalkostnaður verður rótinavenn. Þannig að það hækkar aðeins mikið að því þetta verður svona óbalanserað. Og það er ástæðan fyrir af hverju við, ein af ástæðum af hverju við höfum áhuga á er að finna garantí á hversu góða lausn við getum fundið. Og þetta er allt sem ég ætla að segja þessi tvíleita tré. Í næsta tíma ætlum við síðan að skoða sérstök tegund af tvíleita trjám sem er svona rúmfræðileg. Það er aðalega KD-tré, það er og sérlega 2D-tré, tré sem taka fyrir punkta í planinu og skipta þeim upp samkvæmt staðsetningu. Og það tengir síðan næsta skilaverkefni. Þar á eftir þá skoðum við rauðsvört-tré sem er útgáfa af leið til þess að balansera þessi tvíleita tré. Svo skoðum við stuttlega hérna tætingu og hvernig við notum symboltöflur við ýmiss konar atriði, tökum síðan samantekt í tímanu þar á eftir. Þannig næstu 2 tímum meira tvíleita tré. Einhver komment í lokin? Ok? Megið eiga góðan hádegisverð, eins og ég segi.